Ekki verður slakað á fjöldatakmörkunum 13. júlí eins og til stóð vegna hópsýkingarinnar sem komin upp. Farþegar sem koma frá hááhættusvæðum gætu þurft að fara í sóttkví til viðbótar við skimun á landamærum. Vegagerðin hefur ákveðið að lækka hámarkshraða alls staðar þar sem nýtt malbik lagt vegna banaslys á Kjalarnesi í gær. Vegkaflinn verður malbikaður á ný. Skuldbindingar Icelandair við lánardrottna nema rúmlega 80 milljörðum króna. Handbært fé félagsins fjórðungur af þeirri upphæð. Forstjóri félagsins bjartsýnn á að samningar takist við lánardrottna á næstu vikum. Kórónuveirusmittum fjölgar með ógnarhraða í Brasilíu og farsóttin í hröðum vexti þar. Yfirmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar segir fjarri að heimsfaraldurinn sé í rénun. Landsvirkjun réð til sín prest til að kveða niður draug á fyrirhuguðu virkjunasvæði fyrirtækisins. Á sama stað miðar hönnun að því að vernda álfabyggð. Gott kvöld. Frekari tilslökun á samkomubanni verður frestað og til skoðunar að þeir farþegar sem koma frá hááhættusvæðum fari í sóttkví við komuna til landsins. Heilbrigðisyfirvöld reyna nú að ná utan hópsýkingu sem kom upp þegar leikmaður kvennaliðs Breiðabliks greindist með COVID-19 skömmu eftir að hún kom heim frá Bandaríkjunum. Rekja má 3 önnur smit til leikmannsins og hefur raðgreining íslenskrar erfðagreiningar leitt í ljós að uppruna þeirra allra megi rekja til Bandaríkjanna. Vel á 500 manns í sóttkví. Þar af 50 ungmenni í vinnuskóla Garðabæjar eftir að flokkstjóri þeirra greindist með smit. Ekki kemur í ljós fyrr en eftir einhverja daga hvort aðgerðir sóttvarnayfirvalda dugi til þess að ná stjórn á hópsýkingunni. Í ljósi þessa hefur verið ákveðið að fresta boðaðri tilslökun á samkomubanni. Við vorum að tala að næstu tilslakanir tækju gildi 13. júlí. Það ljóst að það verður ekki þá en það ekki ljóst og ekki búið að ákveða hversu lengi þessu verður frestað. Þetta þýðir að fjöldatakmarkanir miðast enn við 500 manns og skemmtistaðir verða sem fyrr ekki opnir lengur en til 11. Til skoðunar að þeir farþegar sem koma frá hááhættusvæðum fari í sóttkví og verði jafnvel prófaðir oftar en einu sinni. En þangað til eru þeir farþegar beðnir að sýna sérstaka gát. Ef veiran dreifir sér enn frekar verður skoðað hvort hert verði aftur á samkomubanni. Þetta harkaleg áminning sem við stöndum frammi fyrir núna. Smitrakningin í tengslum við þessa hópsýkingu sú umfangsmesta frá því faraldurinn hófst. En það rétt að geta þess að það var engin af þessum atburðum sem við erum að rekja í líkingu nála því að komast að mörkum samkomubannsins eins og þeir í gildi. Þetta var 100 manns var stærsti atburðurinn en við erum með heimild fyrir 500 þannig að maður geta rétt ímynda sér ef við fengjum smit á samkomu þar sem 500 manns varu saman komin. Talan ekki með að það síðan verið einhver blanda milli sóttvarnahólfa. Hvernig smitræning myndi ganga í því, það væri hrein martröð. Þórólfur Gunnarsson, sóttvarnalæknir. Hafa greinst fleiri tilfelli eftir blaðamannafundinn í dag? Já, það líklegt að eitt tilfelli hafi greinst núna eftir seinnipartinn og það til frekari skoðunar. Teljiði að yfirvöld hafi stjórn á hópsýkingunni sem hefur verið talað undanförnum? Já, það búið að greina núna 4 til 5 einstaklinga og sem ekki stór hópur en það búið að rannsaka mjög marga og það eru meiri rannsóknar fyrirhugaðar þannig að ég held að þetta sé í nokkuð þokkalegu standi. Smitið sem þú varst að nefna núna sem var greint frá því klukkan 2 í dag, tengist það þeirri sýkingu sem hefur verið umræðunni? Það á eftir að skoða það betur hvernig samgangurinn en það líklegt. Já. Þið eruð að fresta tilslökunum á fjöldatakmörkunum. Möguleiki á því að það þurfi hugsanlega að taka skref til baka? Já, það gæti gerst ef við förum að fá hópsýkingar annar staðar, jafnvel hópsýkingar sem ekki tengjast þessari sýkingu eitt sérstaklega og eins ef við förum að fá alvarlega sýkingar þá þarf að skoða það mjög alvarlega hvort við þurfum að taka einhver skref aftur á bak. Þessi hópsýking sem upp komin, hún einhver vísbending það að það séu veikleikar í skimunin á landamærunum? Nei, ég held ekki. Ég held að við erum búin að skima mjög marga og við vissum það fyrirfram að það gæti verið að við myndum missa af einstaklingum mjög skömmu eftir smit og það virðist vera í þessu tilfelli.
Þannig að það hugsanlegt að það þurfa að koma til önnur nálgun á því að reyna að ná slíkum einstaklingum áður en þeir fara að smita frá sér. Eitthvað hægt að segja það hvort að núgildandi fjöldatakmarkanir verði í gildi fram yfir verslunarmannahelgi? Nei, það ekki gott að segja neitt til það. Við þurfum að taka eitt skref í einu, sjá hvernig okkur gengur að svona ráða við þessa hópsýkingu sem í gangi áður en förum að hugsa næstu skref. Þórólfur Guðmundsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Takk fyrir kærlega. Vegkaflinn á Kjalarnesi þar sem 2 létust í slysi í gær verður malbikaður aftur. Nýlögð klæðning uppfyllti ekki kröfur Vegagerðarinnar. Forstjórinn segir stofnunina axla ábyrgð. Ökumaður bifhjóls og farþegi létust eftir árekstur við húsbíl á Kjalarnesi í gær. Ný klæðning var lögð á þennan vegkafla á fimmtudag en í ljós kom að efnið í malbikinu uppfyllti ekki skilmála í útboði Vegagerðarinnar. Sjúkrabíll sem var á leið á slysstað í gær fór einnig út af vegna aðstæðna en rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hversu hált malbikið var. Hálkumælingar sýna óviðunandi ástand. Við bregðumst við með að leggja yfir kaflan alveg malbik upp á nýtt þannig að það verður gert við fyrstu hendurleika eftir því sem veðuraðstæður leyfa. Í millitíðinni þá beitum við hálkuvörnum og tökum niður hraða. Kaflanum var lokað tíma í dag vegna framhaldsrannsóknar lögreglu og síðdegis var unnið að því að sandbera veginn. 2 verktakar unnu verkið fyrir Vegagerðina, annars vegar við að leggja klæðninguna og hins vegar að hafa eftirlit með verkinu. Ákveðið var að setja upp skilti sem varaði við hálku en ekki að draga úr hámarkshraða. Bergþóra segir að framvegis eigi að gera hvort tveggja og fleiri nýmalbikaðir kaflar verði skoðaðir. Í þessu tilfelli erum við með aðkeypt eftirlit og okkur hefur bara gefist það ágætlega. En samt ekki Vegagerðin sjálf ábyrg þrátt fyrir að verkefninu sé útvistað til verktaka? Jú, Vegagerðin alltaf ábyrg og við högum okkur samkvæmt því. Bifhjólasamtökin Sníklarnir hafa boðað mótmæli á morgun og segja að lengi hafi verið varað við hættu sem skapast við aðstæður sem þessar. Hefði þið átt að bregðast við fyrr? Það er alltaf gott að vera vitur eftir á. Þannig fyrirfram ákveðið verklag sem hefur í sjálfu sér staði lengi. Við erum að fara ofan í allt í tengdu núna en við erum líka að fara ofan í, eins og ég segi, efnið frá verktakanum og teljum að þetta efni hafi ekki staðið undir þeim væntingum sem við gerðum í þessu útboði. Einnig til skoðunar hvort verktakar hafi ekki aðgangað sama efni og áður vegna kórónuveirufaraldursins og erfiðleika á markaði. Hvort að þetta eitthvað títengt, það get ég bara ekki svarað akkúrat eins og Eigandi hússins að Bræðraborgarstíg 1 í Reykjavík þar sem að mannskæður eldsvoði varð á fimmtudaginn hafði í hyggju að fjölga íbúðum á fyrstu hæð hússins. Erindi þess efnis í ferli hjá skipulagsfulltrúa samkvæmt gögnum sem fréttastofa aflaði sér hjá Reykjavíkurborg og var síðast fjallað það 12. júní. Var óskað eftir að fá að breyta leikskólarými á fyrstu hæð í litlar íbúðir ásamt hjóla- og vagnageymslum. 3 lést í eldsvoðanum og 1 enn á gjörgæsludeild. Fréttastofa hefur enn ekki náð tali af eiganda hússins. Kórónuveirufaraldurinn í örum vexti í Brasilíu, nærri 40.000 greinast þar með veiruna á hverjum degi. Rúm 500.000 hefur látist vegna sjúkdómsins á heimsvísu. Fora Bolsonaro, burt með Bolsonaro voru skilaboð mótmælenda í São Paulo í gær. Þar mikil reiði vegna aðgerðaleysis stjórnvalda í faraldrinum. Pessoas periféricas do Brasil estão em risco no governo Bolsonaro. Então, assim como o Covid-19 arrisca, coloca nossa vida, nossa saúde em risco, o governo Bolsonaro também coloca e a gente tem que parar ele. Nærri 260.000 greindust með veiruna í Brasilíu í síðustu viku. Það eru hátt í 40.000 á dag. Nú dreifist veiran hratt frá stórborgunum og staðfestum smitum hefur ekki fjölgað svo hratt frá því faraldurinn hófst. Bolsonaro hefur til þess að kalla COVID smávægilega flensu og neitað að vera með grímu þó mælst hafi verið til þess frá því í apríl. Í síðustu viku sett hann upp grímuna eftir að dómstóll úrskurðaði að forsetanum bæri að bera grímu á almannafæri. Hann heilsaði svo upp á stuðningsmenn sína í gær án grímunar en hann knúsar og kissir stuðningsmenn sína við hvert tækifæri. Í gær voru mótmælafundir haldnir í rúmlega 20 löndum undir yfirskriftinni Stöðvum Bolsonaro, þar á meðal í Lissabon í Portugal. Bolsonaro hoje reúne pacote que nós chamamos que é o nosso ato para, inclusive,
o impeachment do Bolsonaro e, por conseguinte, da chapa Bolsonaro-Mourão, é porque representa hoje uma prática genocida no Brasil, que na verdade também significa uma prática fascista, racista, inclusive do extermínio da população dos povos originários dos indígenas do Brasil, que estão morrendo sem nenhum atendimento. Rúmlega 10 milljónir hafa greinst með COVID-19 á heimsvísu og rúmlega 500.000 látist og faraldurinn í hröðum vexti mun víðar en í Brasilíu. The worst is yet to come. I'm sorry to say that, but with this kind of environment and condition, we fear the worst. Forstjóri Icelandair telur ekki að róður fyrirtækisins sé þungur þrátt fyrir að hlutafjárútboði hafi verið frestað og samningar ekki náðst við lánardrottnafélagsins. Samningaviðræður við lánardrottna snúast rúmlega 80 milljarða króna. Icelandair stefndi að því að samkomulag við lánardrottnafélagsins lægi fyrir í dag, svo hægt var að hefja hlutafjárútboð í næsta mánuði. Það tókst ekki og því sendi fyrirtækið tilkynningu til Kauphallarinnar að útboðinu yrði frestað fram í ágúst. Nái félagið ekki samkomulagi við lánardrottna kemur til greina að sækja 12 mánaða greiðslustöðvun. Í tilkynningunni kemur fram að handbært fé Icelandair Group sé nú 150 milljónir dala, andvirði 21 milljarðs króna, en heildarskuldbindingar Icelandair sem rætt við lánardrottna mun hærri. Heildarfjárhæðin í okkar skuldbindingum er 600 milljónir dollara og það í fjárhæðin sem verið að tala í heild sinni hvað þetta varðar. Nú blasir við að félagið þarf að ná samkomulagi við stóra lánardrottna, einnig bætur vegna kyrrsetningar Boeing Max-vélanna og það þarf að laða fjárfesta að félaginu sem eru tilbúnir til þess að setja upp undir 30 milljarða króna í félagið. Er þetta ekki bara hvert fyrir sig og allt saman alveg gríðarlega þungur róður framundan? Nei, alls ekki. Viðræður við flesta eru nú í ágætis farvegi og við höfum verið í samtali við fjárfesta og okkar hluthafa og aðeins að við séum farin inn í einhver smáatriði þar því það gerist ekki fyrr en við förum í útboðslýsingu á þess aftar að þá ágætis taktur í flestu þessum verkferlum sem við erum að vinna í. Andrzej Duda fékk flest atkvæði í forsetakosningunum í Póllandi í gær. Hann fékk þó ekki hreinan meirihluta og því verður kosið að nýju eftir 2 vikur. Duda fékk tæp 44% atkvæða en einvígið 12. júlí verður milli hans og Rafal Trzaskowskis borgarstjóra í Varsjá sem fékk rúm 30%. Trzaskowski frjálslyndur Evrópusinni en Duda íhaldssamari og með sterk tengsl við stjórnarflokkinn Lög og réttlæti sem komst til valda 2015. Frekari búist við sigri Duda en það hefur aldrei gerst áður að frambjóðandi með svo mikið forskot í fyrri umferðinni tapi í þeirri seinni. Nú að ljúka íbúafundi í Grímsey, þar sem kynnt eru verkefni sem unnin hafa verið síðustu mánuði til að styrkja byggð í eynni. Ágúst Ólafsson, fréttamaður, í Grímsey. Ágúst, hvað kom fram á þessum fundi? Já, það kom nú fram kannski það sem við höfum fjallað hve Grímseyingar eru staðfastir í að eiga heima hér áfram og þó þeir hafi vissulega áhyggjur af framtíðin og fækkun hér. En hún hjá mig hér Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar. Ásthildur, þessi fundur haldinn, kannski kjölfarið af mikilli vinnu og samtali við Grímseyinga. Já, þessi fundur svona, hvað ég segja, eitt af síðustu verkunum í kjölfarið á viðtölu sem við áttum við Grímseyinga í vetur. Þá hittum við alla Grímseyinga á fundum, einkafundum, bæði hér út í Grímsey og inn á Akureyri, þar sem við fórum yfir stöðun og hvernig þeirra sýn væri á málin hér út í Grímsey. Það var ákveðið að framlengja verkefnum brothætta byggði hér 1 ár. Af hverju? Já, við töldum það mjög mikilvægt og Byggðastofnun taldi það sömuleiðis mikilvægt að það væri haldið áfram með verkefnið, þegar staðan væri þannig. Það sem þú varst að kynna ekki síst nýlegt samtal við ráðherra, ýmsa ráðherra, að þið viljið fara alltaf óvenjulega leiðir í að styrkja byggðina hér. Já, við teljum að það þurfi að grípa til mjög svona sértækra og ákveðina ráða til þess að samfélagið geti rétt sig af. Eins og hvaða ráða? Já, fyrir utan auðvitað að auka byggðakvóta sem algjörlega nauðsynleg aðgerð fyrir þetta samfélag. Þá teljum við að hér mætti meðal annars grípa til aðgerða á borð við lækkun á tekjuskatti til dæmis og svo ætti að skoða stöðu Grímseyjar með tillit til öryggismála sjófarenda og í varnarmálum og annað slíkt.
Þið viljið sjá til í einhver tíma viðbót eftir 1 ár segið þið viljið sjá niðurstöður, þarf að bíða svo lengi? Ég vona að það þurfi ekki að bíða svo lengi. Ég vona að við getum náð góðu samtali við ríkisvaldið það hvernig megi styðja við byggðina hérna. Áshildur, takk hérlega fyrir þetta. Það eru ærin verkefni framundan eins og hún segir og kemur í ljós á næstu mánuðum. Hver árangur verður að þeirri vinnu sem að fram hefur farið? Við segjum þetta gott héðan úr Grímsey. Takk fyrir það, Ágúst. Minnst 7 létu lífið í skotárás á kauphöllinni í Karachi í Pakistan í morgun. 4 þungvopnaðir menn réðust inn í kauphöllina og hófu þar árás. Lögreglu og öryggisvörðum tókst að yfirburða þá en þá lágu 7 í valnum. Mennirnir voru vopnaðir rifflum, sprengiefni og handsprengjum og réðust inn í kauphöllina skömmu eftir klukkan 10 í morgun að staðartíma. Á öryggismyndavélum sést þegar þeir réðust til allu en fáir voru í kauphöllinni. Þar vinna að jafnaði 6.000 manns en flestir vinna nú að heiman vegna kórónuveirunar. Lögregla var fljót til, 1 lögreglumaður lét lífið, 2 öryggisverðir og árásamennirnir 4. Þeir voru vel nestaðir og talið að þeir hafa áformað langt umsátur í kauphöllinni. The law enforcement agencies, the police and the rangers played a very vital role in combating this attack. And alhamdulillah, the stock exchange, the financial hub of the Pakistan was saved. François Fillon, fyrrverandi forsætisráðherra Frakklands, var í dag dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir að greiða eiginkonu sinni rúma 1 milljón evra í laun fyrir að vera honum til aðstoðar á franska þinginu. En að mati dómstóla innti hún aldrei starfið af hendi. 3 ár dómsins eru skilorðsbundin, en Penelope, eiginkona Fillons, fékk 3 ára skilorðsbundið fangelsi. Naturellement, cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel. Elle l'est en ce moment même, et il y aura un nouveau procès. Kjarraeldar loga víða í Bandaríkjunum en þar eru nú miklir sumarhitar og þurrviðri. Í Utah hefur fjöldi fólks þurft að yfirgefa heimili sín vegna elda sem talið að hafi kviknað af völdum flugelda. Eldar loga einnig í Suður-Evrópu. Nærri Istanbul í Tyrklandi fengu fréttamenn tyrkneska ríkissjónvarpsins væna gusu yfir sig í gær í beinni útsendingu. Í lok sumars verður í fyrsta sinn hægt að aka á bundnu slitlagi frá Dettifossi Jökulsárgljúfur niður í Öxarfjörð. Þá opnast svokallaður demanshringur, langþráð hringleið að mörgum helstu náttúruperlum Norðausturlands. Langur vetur og frost í jörðu var til þess að vinna við Dettifossveg í ár, hófst seinna en áætlað var, eða í byrjun júní. En nú eru framkvæmdir í fullum gangi og verktakinn G. Hjálmarsson með 20 manna vinnuflokk hefur nú lokið við að byggja upp veginn alla leið. Við kláruðum fyllingarna síðastliðið haust, þar einmitt fengum við góða tíð. Núna er aftur á móti bara mikil vinna eftir í styrktarlögum og burðarlögum og vonandi getum við farið að hefja klæðningu svona í lok júlí. Dettifossvegur er langþráð samgöngubót, ekki síst hjá ferðaþjónustunni. Þá opnast hringleið þar sem skoða má helstu náttúruperlur á Norðausturlandi. Framkvæmdum við veginn hefur margoft verið frestað, en nú á að ljúka verkjuna að fullu. Og að þessum framkvæmdu loknum verður hægt að keyra á bundnu slitlagi frá Mývatnsöræfum, fram hjá Dettifossi og niður í Öxarfjörð. Við ætlum okkur að reyna að vera búin að ljúka við klæðningar á Dettifossveginn sjálfan, niður í Vesturdal og Hljóðakletta og upp á Langanesvöða. Vegurinn í Vesturdal að Hljóðaklettum sem Hjálmar nefnir er önnur 2 leiðar sem lagðar verða út frá aðalveginum. Hin leiðin er vegur niður í Hólmatungur. Og vonandi getum við byrjað á honum í haust, en það fer bara allt eftir tíð og tíma. Ferðamenn sem er að skoða Jökulsárgljúfur og Dettifoss kippa sér ekki upp við þessa framkvæmdir og Hjálmar segir þá ekkert tefja fyrir. Nei, þeir eru allir mjög brosmildir og maður fær bara mikið þakklæti og mikið bros. Meira af framkvæmdum. Í síðustu viku fór fram óvenjuleg athöfn á fyrirhuguðu virkjunarsvæði Landsvirkjunar í Holtum. Fyrirtækið fékk prest, séra Kristín Ágúst Friðriksson, sem freistaði þess að binda endi á draugagang á svæðinu. Landsvirkjun keypti fyrir nokkrum árum gömlu bæjarhúsin í Akbraut í Holtum vegna fyrirhugaðrar Holtsvirkjunar í Þjórsá, en nýr bær var byggður fjarri virkjunarsvæðinu. Að sögn bóndans í Akbraut var draugur í gamla fjósinu sem lét ófriðlega árum saman. Svo er það í kringum 2005-06 sem að bara hreinlega kýrnar bara voru alveg brjálæðir inn í fjósi. Ég átti hund þá og ég var búinn að taka eftir að hann var búinn að fara. Svo fer hann frá mér inn eftir fjósinu, stétt inn í fjósinu og ég kalla á hann. Og þá kemur svona þoka eða gufa á stéttinu fyrir framan hann og hann hverfur inn í hana.
Hvort sem fólk trúir á drauga eður ei, þá það ljóst að það býsna óvenjulegt að fyrirtæki á borð við Landsvirkjun taki þátt í að kveða þá niður. Þetta náttúrulega mjög óvenjulegt að raunvísindafólki á Landsvirkjun fái svona verkefni á borð til sín og ég mjög heppin að fá þetta til mín. En það var bara sjálfsagt og eðlilegt að fara eftir óskum úr ráðleggingum Daniels að fá særingumann áður en við rífum húsið því að hann þekkir þetta svæði langbest af öllum. En það er ekki bara fjósdraugurinn sem taka þar tillit til við undirbúning virkjunarinnar því á svæðinu einnig þekkt álfabyggð. Þetta Álfahóll og við höfum hannað allt í kringum hólinn, við munum ekki snertan. Tökum ekki sénsinn. Nánar verður fjallað særingarathöfnina í Akbraut í Sumarlandanum núna eftir fréttir. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Já, sem sé áhuga fólk draugagang og huldufólk getur fylgst með Sumarlandanum í kvöld. Við ætlum í Hafnarfjörð. Sjá mátti fjölmarga veiðimenn á aldrinum 6 til 12 ára í blíðviðrinu á Flensborgarbryggjunni í dag, þar sem framfór árleg dorgveiðikeppni bæjarins. Keppt var í 3 flokkum, flestir veiddir fiskar, stærsti veiddifiskurinn og einnig furðufiskurinn 2020. Þegar fréttastofa leit við mátti sjá ungar aflaklær draga kola á land. Það viðraði vel á Hafnfirðinga vara á höfuðborgarsvæðinu í dag. Hitinn fór sums staðar yfir 20 stig. Hæst fór hann í 24 stig í Hvalfirði. Heldur dregur úr hlýindum á landinu næstu daga en veður verður þó að mestu leyti stillt og sólarkaflar í flestum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að afloknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Bræðurnir Jóhannes Karl og Bjarni Guðjónssynir mættust á hliðarlínunni á Akranesi í úrvalsdeild karla í fótbolta í gær. Það er oft á tíðum hiti. Ég tek oft eftir hvað hann verður reiður. Daninn Patrik Pedersen er búinn að opna markareikninginn sinn hjá Val og Travelers-mótinu í golfi á PGA mótaröðinni lauk í gær. Spennan var mikil á lokahringnum. Helstu atriði í fréttanna í kvöld. Ekki verður slakað á fjöldatakmörkunum 13. júlí eins og til stóð vegna hópsýkingarinnar sem komin upp. Farþegar sem koma frá hááhættusvæðum gætu þurft að fara í sóttkví til viðbótar við skimun á landamærunum. Vegagerðin hefur ákveðið að lækka hámarkshraða alls staðar þar sem nýtt malbik er lagt vegna bannaslýsins á Kjalarnesi í gær. Vegkaflinn verður malbikaður á ný. Skuldbindingar Icelandair við lánardrottna nema rúmlega 80 milljörðum króna. Handbært fé félagsins er fjórðungur af þeirri upphæð. Forstjóri félagsins er bjartsýnn á að samningar takist við lánardrottna á næstu vikum. Kórónuveirusmittum fjölgar með ógnarhraða í Brasilíu og farsóttin er í hröðum vexti. Yfirmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar segir fjarri að heimsfaraldurinn sé í rénun. Næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.